Já, komið sæl áhorfendur góðir, þetta kokkaþátturinn Eldhúsmeistarann og við erum á ferð landið, við erum á Dalvík. Ég hafði spurnir af flottu kaffihúsi og þá hann bara aðal maðurinn í fiskitögu líka, þannig að ég græddi bara, ég fekk 2 fyrir 1. Skemmtilegur upplýsingar. Heyrðu, hvað nafnið? Ég heiti Júlíus Júlíusson. Já. Og þú ert innfættur Dalvíkingur? Já, ég og fættur í snjóskaflið? Já, það var svo vont veður, ég komst ekki, foreldrar mínu komist ekki á fæðingardeildina til að fæða mig, þannig ég fæddist hér í snjóskafli og líkar það vel. Já, og það ekki hægt að segja nema að þú sért orginal Dalvíkingur, fæddist snjóskafli rétt fyrir utan eða hvað? Já, ég bara 500 metrar frá eða eitthvað svo lítið Og það þurfti að nota menn á gönguskíðum til að ferja það á milli? Já, það já, sótti ljósmæðutöskuna Steini Sím heiti nágrann okkar. Já, og þú ert ennþá lifandi? Ég stend hér. Þetta hefur ekki farið illa með þessi fæðing í snjóskaflinu? Nei, og jafnvel spurði sinni margir því ég elska þeirra veturinn norðan stórhrið, þá líður mér best. Þannig að það kannski ástæðan. Já, þú hefur lært þetta þú fæddist bara. Ég hugsa það. Heyrðu, það gaman að spyrja þig og við erum búin að vera á Dalvík, vorum á Fosshóteli Dalvík og þetta gríðarlega fallegt útsýni og við erum að fræðast matagerðina og við erum að fræðast ferðaþjónustuna og svona. Við byrjum á þessum stað. Hvað kallar hann stað því að þetta heljarinn að þula, sagði mér? Já, það rauninni húsið, þessi sjálft er menningarhúsið okkar í Dalvíkurbyggð og heitir Berg, en svo rekum við hjónin hér bistró, kaffi og bistró. Við tökum Það er bara kaffihús með heimabökuðum tertum sem kona mín bakkar og síðan erum við með kannski okkar þekktasta vara hér hádegis hlaðborð. Sem hverjir sækja? Já, bara allir í rauninni og heimamenn fá bara mikið lof fyrir að vera duglegir eins og yfir vetrartíman. Það er ekkert minna að gera yfir veturinn, svo kannski þegar heimamenn fara í frí og ferðamenn koma, þá er þetta mjög svipað allt árið kring. Og hlaðborð ekki bara hlaðborð. Hvað ertu með til dæmis á hlaðborðið? Fólk segir þessi hlaðborð og þá var það einn pastaréttur og svo súpa og brauð og það kallaði það hlaðborð. Hvað ert þú með á? Það er ekkert svona. Þetta er margrétta og sem mér finnst nú kannski stundum svona með hádegi á virkum degi, nógum. En við erum alltaf með 5 til 6 heitarétti. Hvað kallar það heitarétti eins og til dæmis það í dag? Svo bara í dag, þá erum við með bara nýjan þorsk sem ég bara að fara að sækja þegar þessu viðtali líkur. Þá sækja glænja þorsknakka og við erum með þá í bernisósu og lauk. Síðan erum við með grænmetis buff í dag. Það er núðlur svona með súrsættu svínakjöti. Það ég man ekki allt hvað það er eins og það eru og það er bara svona. Já, og svo erum við með fóldasteik af kjötinu, síðan erum við matarsalöt, alltaf ferssalat, brauð og ávextir og kaffi og súpa. Það hefur ekki haft súpu, annars slagið erum við með fisksúpu með, en við svona, svo rosalega margir alltaf verið með súpur, en sjálfsög spyr fólk hana líka og stundum erum við hana með, en þú veist, það eru þetta og síðan erum við mjög oft með gellur, stekta gellur með lauksmjöri og þau höfum gott aðgengja því og hlýra og steinbít og pönnustektan ufsa og allt það sem er hér, skötubörð, fersk skötubörð þetta er svona það sem eru að vinna á staðnum, bleikju úr eldin í Ólafsfirði. Svona svo fátt eitt sér nefnt og það er ekkert alltaf það sama. Það er eiginlega, ef þú kemur hér alla daga, þú getur lofaði því að þú færð aldrei þar saman nema einn og einn stakkar rétt. Og ég var að menna, þetta er nú eiginlega aðeins meira en eitt pastaréttur og súpa, þetta hlaðborð. Þetta eins og ég sagði við, hlaðborð er ekki sama á hlaðborð. Þetta er bara risa hlaðborð. Já, það er það. Það er bara, ég bara stoltur af því og þóra að segja það hvar sem er. Þetta er bara alvöru og enda væri fólk ekki að koma aftur og sumir koma hér alla daga. Og verðlagið er flott, 1900 kall, það nú ekki mikið? Nei, ég held að það er mjög sanngjarnt. Og þá koma líka bara svona vinnukallar sem að vinna hérna í kring. Já, og þeir geta keypt 10, allir geta keypt 10 skiptakort, þá fyrir matinn á 650. Já.
Það bara rosalega flott. Já, við erum mjög ána með það og viljum hafa þetta þannig. Þú ert að afgræða 40 upp í 80-90 á dag? Já, það var 80 í gær og það fer á þessu tíma mjög sjaldan undir 40. En hvernig er reksturinn? Opnar 9 á morgnana og til klukkan hvað? Já, það er opið frá 9 til 6, það er þessi fasti opnatíma. Síðan ef það er viðburður í húsinu og við tökum hópa á kvöldin og svo leys. Við bara, að því við erum í þessu hjónin og við erum í öðrum vinnum líka, við erum komin fyrir 7, þannig að við höfum ekki fasta kvöldopnun og það eru aðri staðir á Dalvík og þetta bara dekkar og samvinnan er fín, þannig að en það er mjög oft samt sem er opið á kvöldin og þegar eru hópar eða viðburður í gangi. Og þú sagðir það var einmitt þarna stór viðburður og konaðinn er hvað framkvæmdastjóri fyrir safnið og hvað þetta er bókasafn og hvað? Já, var fyrir menningarhúsið. Og menningarhúsið sama stendur af, hvað stendur safnið? Já, það er bara bókasafn Dalvíkurbyggðar og svo er hér að það færi kjallar og undirgöngu yfir í ráðhús, undir því er héraðsskjalasafnið og síðan er náttúrulega bara hérna listsýningar, hver sýning stendur í mánuð og það er panta langt fram á næsta ár. Síðan er hér bara tónleikar, það er 2 tónleikar núna í næstu viku og hérna árshátíðir, fermingar og brúðkaup og ráðstefnur og það er bara, húsið er vel nýtt og það er bara mikið að vera. Já, ég sé það og hérna, hvað getur tekið marga í sæti til dæmis hérna í salum? Ég sé þetta flott salarkynni, þetta er alveg frá 20 og upp í? Já, við hefum verið með nokkra 220 manna veislur og 2 stærri en það. 200 er bara fínt og 180 er frábær, þannig að og þá hafið þið keypt á svona hlaðborðum, svona þægilegur? Já, svona hérna, yfirleitt flestar eru hlaðborð eins og við vorum með 1100 manns í jólahlaðborðum og hérna og þannig að svona, já, þessi hlaðborða svona hendar okkur ágætlega hér. Já, og sér það að hérna, já, þetta er ansi bara mikið og svo sagður mér að þú væri búin að vera í þessum bransa í 3 ár og var ekki kokkur á þjóttn og rúllaði þessu upp. Kokkur og kostnað, eða ertu bara svona ánægð með þig? Ég meina, það gerist ekki nefn að maður sé ánægð með sig. Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á því að elda og bara elska þetta allt í kringum þetta og hef svo sem verið að elda gegnum tíðina en aldrei farið út í svona og svo bara býðst þetta tækifæri. Kona mín sækir starfi hér sem framkvæmdastjóri hússins og við tökum sóttum þetta bistró eða kaffihúsið og allt saman. Síðan þetta er búið að stækka og vera allt öðru seldur við alliðum því þetta bara var miklu meiri en það er líka sko umhverfið núna, ferðamennskan og hann ásókn í svæði. Nú er bara þetta svæði, hún kallaði þetta Tröllaskagan, hérna er ekki rétt? Jú. Að þetta svæði, það er að koma meirinn á kortið, Sigló er inn, það er bara fakta. Já. En hérna, ég hef komið hérna fyrir löngu síðan þegar fiskidagur, þetta er mjög fallegt hérna, fjallasalirnir hérna og svona og veturnir líka og hérna er mikið, hún var að tala mikið hérna fjallaskíðamennsku. Eru fleiri svona sprota dæmi í gangi? Það er náttúrulega hvalaskoðurinn. Já, hvalaskoðurinn er mjög sterk hérna og stutt að fara. Stutt að fara út í Hrísey hérðan. Já, ferjan fer til Grímseyjar hérðan sko og allt í kringum þess að þú veist að minnast á fjallaskíðamennskunum, þá er það bæði þessi svo kallega þyrluskíðun og eins bara það sem menn labba sjálfur. Fara bara upp og renna sér niður. Mikil aukning í því og það er bara hjá okkur er það bara vertíð, það er bara 17-8 tíma vaktindan eins og í kringu jólahlaðborðin á þessum tíma, þannig að þetta er Þannig að það er bjart og er alveg nóg gisting fyrir þetta og hún segir nú á Fossvot að það sé minna á veturnar en það er hægt að sníða í kringum þetta. Þeir voru líka mjög bjartsýnir
á Sigló að menn voru bara að fara frá Akureyri í helgaferðir og dagsferðir, þeir fóru á Sigló í pöpparöld. Já, og gista, ég minna. Og þá keyra þeir hérna í gegn og menna þetta svona, þetta ekki mitt á milli? Jú. Og menna hérna þetta mjög fallegt ásýnd. Já, menn hópar þú þetta minnast á þá, þeir koma og heimsækja Elvar í ektafiski og Kalda í brugsmiðinu Kalda og koma hingað í Það erum aðeins með skemmtilegt byggðarsafn með Jóhann Svardalingu því öllu saman og miklu fleira og sérstakt fuglasafn á Húsabakka og það gisting og svona. Þannig að þetta og staðir kaffihúsið Gísla Eirík Helgi og við höfnina og Gregor hinum með göttuna í veitingahúsum. Þannig að það eru mikið að hópum að koma, stoppa hér, borða og fara svo til Sigló frá Akureyri og hópar jafnvel frá Dalvík að gista á hótelinu á Sigló líka. En hefur þetta ekki líka verið svolítið svona á upplið? Það tala allar seinasti vetur hafi verið góður. Já, þetta að fá þessa skíðamennsku yfir á veturinu skiptir gríðarlega miklu máli og það var mun stærra síðasti vetur heldur en veturinu þar á undan. Þeir fiska sér róa, þeir eru búin að vinna í þessu markaði svolítið tíma. Ég segi það líka og ég spurði hana líka Norðurljósin, Íslendinga getur gert allstaðar miklu meira en það vantar flugvöll og það vantar, það bara, þú veist, það fyrir hendi. Svona þetta, það hægt að fá flugvöll setja, þú farð ekki flugvöll á einu, það tekur 5 eða 10 ára að búið til flugvöll, skilur þú? Já, það langtíma markmið, menn hafa verið að fara í... Hann kemur. Já, eins og fram í Svarfaðardal og Skíðadal að vera þar á góðu nóluskvöldi, það bara reynið að toppa það bara. Já, og ég segi það líka, þetta svæði á eftir að koma sterkar inn og þetta ólöstuðu þá þægilega að koma hinga heldur til dæmis Vestfjarði. Vestfjarðir eru rosalega fallegir. Allir þessi partar af landinu eru fallegir, þeir hafa sinn sjarma. Hver hefur sitt sjarma? Hefur sinn sjarma og það er þessi orka maður þarf að gefa sér tíma til þess að vera og finna og markasetja þetta. Já, og markasetja. Þeir fiska sér róa. Róa þeir líka verða að gera, við þurfum að gera hlutina hægt og vel og þá endist það líka. Og þið hafið allt með ykkur, þið er fallegt í kring og þið eru með grunnstóðirnar, þetta er alltaf að bætast við, þið eru með veitingamennskuna og sem þarf að server í þetta og það má bara bæta inn í. Já, þetta er bara bjart og það er gott hljóð og þetta gengur ljómandi vel. Tóm hamingja, heyri ég. Langar mér að spyrja dæmið, það eru fiskidagarnir. Mér finnst það alveg sérlega skemmtilegt og ég held að öllu ólöstuðu sé Dalvík frægast fyrir þessa fiskidaga og þetta var alveg brilljant hugmynd og er ennþá í gangi að gefa bara fisk út í eitt. Það koma bara fólk alls staðar á landur. Ég er búin að koma 2 og ég ætla að reyna að koma kannski núna aftur. Það er bara með einu upplifun, allir að gefa súpu, það er allir svo næsitt í þorpinu og svo bara risa dæmi á höfninu og þegar við lagt vel í þetta og þú ert aðalmaðurinn. Ég er búin að vera framkvæmdastjóri frá upphafi og þetta er 16. ári sem við erum að hjóla 16. ári sem við erum að hjóla inn í núna. Og segðu mér, hvað voru margir til að byrja með? Fyrsta árið voru 5.800 gestir sem okkur fannst vera risadæmi. Og eru hvað margir búa hér? 14 sem búa hér, en þetta fór fljótt upp og var nánast sprungið 2009. Það var svona... Hvað voru margir það? Bara vel yfir 30.000 manns, við vitum það ekki, það var... En kringum 30.000 er það sem er árlega núna. Núna? Já, 25-30, það er svona fyrir eftir hvernig við... Og ertu ekki að plata? Hvernig getur þú talað? Nei, ertu með löggu og miða og tilur? Hvernig tilur þú? Það er mjög rauninni einfalt hannilega séð. Það er náttúrulega Vegagerðin hjálpar okkur mikið með teljurónum og síðan
teljum við til dæmis alla gafla og pappadiska og allt svona sem að fer út úr og svo það tjaldstæðin og þannig að þetta passar allt saman. Við hefum frekar eitt góðu vinur minn úr lögreglunni, Geir Þórisson, hann er oft gestur okkar og sérstakur vinur Fiskidagsins mikla. Hann segir, strákar, þið eruð að ljúga þessu. Já, en hann segir, þið sagði einu sinni, þið eruð að telja, þetta er allt og lítið, sagði hann. Já, af því að það oft verið að segja að fyrir okkur skiptir engu máli hvort að koma svona margir og svona margir. Við erum ekki að selja neitt og við erum enga ástæða til þess að vera nefna einhverjar vitleysar tölur. Það eru fjölmiðlar sem spyrja stöðugt einhverjar tölur, hvað aldrei séu margir. Það er hamrað á þessu. Hamrað á því en til dæmis fyrir 2 árum gaf Vegagerðin út að það hefði verið 26.000 manns á fiskideginum. Þá hefði við sagt að við höfum haldið að vera 25.000, þannig að þú sér það að vera með kannski kókglös, það fara 30.000 glös bara á laugardeginum hérna yfir þessu svæði. Fólk skrifa sig í gestabækur, það eru kannski 50 hús með súpu og það eru þessi tók 600 manns, þessi 1200 og sjálfsögðu margir sömu. Þú getur sagt alveg með hreina samvisku, þetta eru 30.000. Já. Þú ert alveg búin að sanna það. Það má hver velja sína tölu. Við höfum enga ástæðu til þess að það skiptir okkur engu máli. Þetta er svakalega mikið af fólki. Og þetta gengur mjög vel, súpukvöldi á föstudeginum, æðislegt, þetta er bara, viðmótið og allir gaman að labba og fjölskyldan með og það er ekki mikið vín, það sést náttúrulega aðeins vín á mönnum, en þetta hefur alveg sloppið, er það ekki? Jú, við erum mjög hörð á að hafa þetta sem svo kallað fjölskyldahátíð, við erum mjög hörð yfir daginn á hátíðinni, á laugardeginum, að það er bara bannað eða bara einn aðgöngu miðunum að það er ekki verið með áfengi yfir daginn, menn bara fá sér drikk á kvöldin og það er bara ekki í boði og það er ekki í boði og við erum hörð á því og svo náttúrulega bara eins og einhverju gerist, kemur nóttin og þá er bara næturlíf eins og er allstaðar þegar það sem er fólk en 7-9-13 þá hefur þetta gengið ég hef tekið eftir þessu, þetta er upplifað og svona er talað þetta. Ég vil bara hvetja Íslendinga, sumir koma hérna ár eftir ár og svo koma menn annað þriðja hvert ár og svona það er eins og gengur að gerist og eru á þessum tíma, en segðu mér svona aðal styrktaraðilan í þessu, þetta er gífurlega mikið hráefni sem fer í þetta, mér finnst þetta rosalega vel boðið af þessu þarna. Er það vinur okkar í Samherja sem er svona góð? Það eru nokkrir aðalstyrktaraðilar. Vífilfell kemur með drikkina, við erum með ömmubakstur sem kemur með brauðið og svo Ásbjörn Ólafsson er í okkar hópi með sósur og meðlæti og krydd og þess áttar. Gefa þetta bara ekkert með? Já, þetta er bara samningur, þeir fá auglýsingu, við erum með blað og þeir eru sjáanlega svæðinu og þetta er bara þeirra styrkur til pakkans. Og Samherji er einn af þessum, landflutningasamskip flytja, Landsbankinn hér hjá okkur er einn af þessum aðalstyrktaraðilum, Sæplast sem er hér á Dalvík og Samherji og KEA leggja til dagskraratriði til þess fyrir börnin og Fjö og Marel sem er með skrifstofu hér, eða viðgerðamenn hér á Dalvík, Marel er í útlöndum, Garðabæ og Dalvík. Þannig og þeir eru með súpu heima hjá einu starfsmanni og svona geti lengi talið að þetta eru aðalstyrktaraðilar, síðan eru bara lítil fyrirtæki út allt land sem vilja leggja þessu lið. Koma og gefa sína framleiðslu. Ég veit eins og til dæmis Grímur kokkur sem er búinn að vera ár eftir árið ekki. Hann kemur bara með heilu vörubílana og gefur alveg bara út eitt. Þetta er bara á 3. tonn sem hann kemur með. Þegar við ræddum við hann fyrst og þá var hvað heldur þetta sé mikið og þeir segja hún að það félagarnir hvað þessi mikið og hann bara datt á honum andlitið, hann trúði ekki hvernig það væri og það er þannig með fiskidaginn, hvort sem þeir menn eru að tala fjölda gesta eða magna mat eða horfa á þetta, hlusta á þetta, þú verður að koma og upplifa og sjá þetta og það var þannig með Grím og hann er búinn að vera með ykkur enn og er að koma í ár og við erum með svona gestastöðvar eins og segir, við erum með fullt af matarstöðum þar sem er grillaður fiskur og ýmislegt og það eru félagssamtök hér sem sjáum það og síðan koma eins og Bjarni og Nings. Hann er með alltaf með risaflotta súpu. 1200 lítra súpubát á svæðinu. Hann bara bjóð til pottinn fyrir þetta. Úr mjólkurtanki. Já,
og mjög skemmtilegur og þetta bara, þú veist, þetta bara hefð allt hans lið, ég var nú að vinna með honum og ég kann að vinna hjá honum líka, þetta bara stemning. Þetta stemmingin, hann kom allt fólkið sitt fjölskylduna og Friðrik Fimti yfirkokkurinn og hann kemur sína vinnu og sitt. Og Grímur gerir þetta svona eins, síðan eru þau með rísa afgreiði fiskiborgara hvað 15.000, 20.000? Já, það svona milli 11 og 5 í daginn svona 11.000 borgarar ná við að svona stundum það fer aðeins eftir svona veður og vindum pínlítið 8 metra langt, 20 gasbrennarar og borgarinn snýr að færibandi við á miðri leið. Ég sá þetta var bara í lengjumæður og gekk bara mjög vel. Algjörlega. Og þú veist, þú gætt verið þarna bara heilan dag og smakkað og... Svo það stærsta pizza Evrópu. Hún bökkuð í umhverfisvænum hverfisteypuofni í Sæplast og það 120 tommur saltfisk pizza í samvinnu við Greifan og Elvar Jektafiski og Sæplast. Þetta við með annarkvort ár, þetta svo mikið stórt batteri og það voru bakaðir í hitti fyrra, það verið í ár. Það voru bakaðir 17 eða 120 tommu pizzur yfir daginn. Þetta, allar þessar tölur og allt þetta að miðast milli 11 og 5 meðan að fiskidagur mikli á laugardeginum. Súpukvöldið aftur á föstudeginum og það. Þannig að þetta sem við erum að tala er þetta laugardags sem fiskidagur mikli sjálfur sko. Þetta alveg óumdeililegt, mjög skemmtilegt og menn hafa ekki leikið þetta eftir á landinu sko en það eigið þessar hugmynd og þetta bara mjög gaman. Já, þetta er mikið ævintýri. Það engin peningar og þú veist verið að kroppa neina auðra. Nei, það henni banna líka að þó að eins og Grímur og svona því að koma með sína afurðir þá eru þeir sko... Það megi ekki selja brúður. Það ekki verið að selja og þeir eru ekkert að kynna, það þetta áreitislausa. Mikið fyrirtæki vill koma inn á svæðið og dreif einhverju, það bannað, það frítt. En sér það svo Grímur. Þú ert handtekinn ef þú tekur veskið, það bara bannað. Já, en svo Grímur, hann að selja allt land. Men hann bara gott dæmi, hann bara að tryggja sína ímynd. Ímynd góð. Já. Og það gert með þessu til dæmis. Já, þetta partur af því og svo bara og hann féll svo vel inn í þennan anda sem við erum. Við erum að tala að það eru yfir 300 sjálfboðaliðar við þessa hátíð. Það bara einn maður á launum. Já. Þú ert að reka kaffihúsið Berg og þetta starfið þitt líka. Þetta eitt af þessum aukastörfum. Og hvað ert að gera meira? Það ýmislegt. Þú ert að kappa konuna stundum? Já, það oft og mikið. Það heljar hann að starfa, já. En ertu í einhverjum öðrum félagskopum? Ég sé að þú ert ofvirkur svona eins og sumir. Þetta akkurat núna þessi síðastliðin 3 ár þá í starfi við fiskidaginn mikla og hér og það er langt yfir það bara dugar miklu meira. Við fjölskyldan göngum á fjöll og svoleiðis með vinum. Og fáið þið svolítið frí á veturnar og takkið sumarfrí á veturnar? Já, það verður að gerast þá, en það bara alls 2 dagar til dæmis í sumar, þá verður sumarfrí. Í 2 daga, það neyða mig í það. Og farið í eitthvað brúk og fjölskyldum? Ég orða þetta nú bara þannig, við erum að fara austur á Borgarfirði eystra á Bræðsluna. Já. En yfir veturinn er meira lag. Já, en samt það mikið að gera yfir veturinn. Og spennandi tímar framundan þar. Algjörlega, já, mikið með vera. Og svo að lokum svona næstu 3 árin, hvernig sér þetta fyrir þér? Næstu 3-5 árin? Já, vonandi, það bjart, en vonandi við ekki að taka eitthvað risastökk og bara hægt og rólega og þó að komi einhverja niðursveiflur þá á það ekki að hafa áhrif á okkur, segi ég. Við gerum þetta bara hægt og örugglega og stendum það af okkur allt sem æðislegt. Eitthvað sem kemur upp á. Og svo segi ég alltaf að lokum, við erum svo heppin á INN að við erum, þetta vinsælt sjónvarpsefni, við erum með eldgosmeistarana og við höfum áhorfendur út allt land og þeir eru að ferðast mikið og hvernig finna þeir eins og til dæmis Berg og þú kallar þetta kaffihúsi Berg og Þula. Það bara á Facebook, erum við saman, Berg og Þula á Facebook. Já. Og svo erum við á TripAdvisor og sem Þula Kaffi Bistró. Og við erum bara Við erum bara miðsvæðis, við hliðin á
búðinni sem maður segir í Samkvæm Úrval og Ráðhúsinu og þetta bara auðvelt að finna. Mjög auðvelt að finna. Já, ég sagði mig mitt við hann að fara, þetta væri hérna, mér myndi, ég hafði komið með, það var kaffihús hérna, þú sagði mig frá því, var auðvelt að finna þetta. Já. Þannig að það er bara ein tóm hamingja framöndan. Ein tóm hamingja og ekki var nú minni hamingja að fá því heimsókn ykkur. Þannig að þetta er meiri hamingja framöndan. Já, og viljum hvetja alla að koma hérna og risa hlaðborðið og hérna og með alls konar réttir. Mér var þið móð og hvað þetta væri margir réttir sko og hérna við ætlum að reyna að mynda þetta í hádeginu og sjá hvort þú sért að segja alveg satt. Já. Nú var ég að hætta að tala þannig ég þarf að vera að gera eitthvað. Já, þakka kærlega fyrir. Takk fyrir.